Heilsuleikskólinn Skógarás í Reykjanesbæ hefur lagt áherslu á hreyfifærni með íþróttakennara í starfsliðinu og hefur verið leiðandi samstarfsaðili Íþróttasambands fatlaðra við innleiðingu sérstaks verkefnis fyrir börn með sérþarfir eða frávik. Við kíktum í framsækin leikskóla á Ásbrú. Ásta Katrín Helgadóttir, íþróttakennari og fagstjóri í hreyfingu, hefur í starfi sínu á Skógarási sýnt frumkvæði og leitt innleiðingarferli með markvissri hreyfiþjálfun og rannsóknum á árangri. Hún hefur náð að tengja hugmyndafræði JAP við dagleg verkefni og nám í samstarfi við samstarfsfólk. Ásta Katrín hefur aðstoð Önnu Karolínu Vilhjálmsdóttur, framkvæmdastjóra Special Olympics á Íslandi, við kynningarstarf á landsvísu, skipulagt verklega sýnikennslu á JAP kynningardögum og kynnt árangursríka aðferðafræði innleiðingar í heilsuleikskólanum Skógarási. Þar hafa öll börnin notið góðs af en sérstakur markhópur hefur verið börn með slaka hreyfifærni, hegðunar vandkvæði, hreyfivirkni eða ADHD og einnig nemendur sem eru til dæmis óöruggir eða tvítengdir. Ásta, þið eru að leggja mikla áherslu á hreyfingu hér á Skógarási. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið bara mjög vel og kannski það eru 7 ár síðan að ég byrjaði hér og þá hóf ég strax að vera með svona skipulagða hreyfingu. En síðan kynntist ég henni Önnu Karolínu sem er Special Olympics, framkvæmdastjóri Special Olympics á Íslandi. Og hún setti þetta verkefni fyrir mig sem heitir Young Athlete Program. Ég heillaðist mjög mikið af því að það er mjög einfalt og þarf ekki mikið af tækjum eða tólum í það. Og ég sá að það hentaði bara mjög vel inn í það sem ég var með þegar fyrir. Og ég sá líka að þetta program hentaði mjög vel einstaklingum með frávik. Og það er auðvitað gert upphaflega fyrir einstaklinga með frávik. Einstaklinga sem eru með ADHD, einstaklinga sem eru á einhverfurófi og líka einstaklinga sem þurfa meiri líkamlega þjálfun, bara hreyfiþroska, bæta hreyfiþroska. Og það hefur sýnt sig að hreyfingin er að hjálpa þessum ungmennum sem eru með þessa greiningar? Já, mjög mikið. Við sjáum bara mjög mikið mun bara á milli mánaða í rauninni. Það er kannski einstaklingur sem er með slæman hreyfiþroska og kannski eftir 3 mánuði það sjáum við bara strax talsverðan mun. Einstaklingur sem kannski gat ekki hoppað inn í hring en hann er allt í einu fann að geta hoppað inn í hringinn og út úr hringnum án þess að stoppa. Hvernig byggir þetta prógram upp svona í stuttu máli? Þessi skipt svona eiginlega bara niður í 8 þætti og við byrjum bara svona á þessari grunnferðni og síðan höldum við áfram byggja ofan á hana þannig að þau fara að framkvæma ennþá flóknari og svona meiri æfingar þar sem við krefjum þau meira að hugsa aðeins hvað þau eru að gera og krefjum þau meiri færni. Nú er talað maður sér það á heimasíðu ADHD að það eru mjög margir greinast í kringum 7 ára aldurinn og eru yngri krakkar hérna. Eru þið þá jafnvel í rauninni að sjá þessar greiningar birtast í börnum hér? Já, við sjáum bara þó nokkra sem eru með ADHD hér og það eru þá einstaklingar sem við tökum þá sérstaklega, tökum þau aukalega og erum að vinna með þau í svona ákveðnu prógrami sem í rauninni byggt á því sem við erum þegar að gera en það eru svona smá breytingar. Það er svona áherslu atriði sem við viljum þjálfa þau í. Til dæmis er ekki bara að þau fái þessa útrás af því að það er alltaf talað að ADHD börn þurfa að fá útrás en þau þurfa líka að fókusa á hluti. Þannig að þau þurfa að læra að einbeita sér og fara svona eftir réttri röð. Hvað er fyrst og hvað kemur næst. Þannig eru þau að fá aðeins meira, eru þið að svona fá þau í meiri hreyfingu og meira prógram þau sem þið sjá að það er að greinast? Já, við gerum það. Allir leikskólanemendur, þau koma 2 sinnum í viku og svo eru þeir sem eru með einhvers konar frávik eða sem við sjáum að þarf svona kannski aðeins meira
að þá tökum við þau líka 2 sinnum aukalega. Þannig að þau eru 4 sinnum í viku. 2 sinnum með sínum hóp og svo 2 svona pör. Það eru svona 2 og 2 saman sem eru teknir í svona auka þjálfun. Það alltaf verið að tala að hreyfing sé svo mikilvæg, bæði fyrir eldri og ekki síst fyrir yngri þeirra. En það algengt að það séu íþróttakennarar í leikskólum? Nei, því miður, þá það bara alls ekki algengt. En auðvitað ættu þeir að vera á hverjum einasta leikskóla. Því að þar í rauninni grunnurinn að því að heilinn þroskist á eðlilegan hátt. Það sem að skipuleg hreyfing fer fram. 95% af heila barns þroskaður fyrir 5 ára aldur. Þannig að það er mjög mikilvægt að það séu kennarar sem eru að í rauninni að þjálfa. En þetta prógram sem þú byggir á, þetta eitthvað alþjóðleg fyrirmynd eða þetta eitthvað sem þú bjóst til sjálf? Þetta alþjóðleg fyrirmynd. Þetta kemur frá alþjóðasamtökum Special Olympics og það eru 2 háskólar í Bandaríkjunum sem þróuðu og útbyggu þessa áætlun í Massachusetts og Boston. Þannig að það byggja fræðina, þetta heilmikil fræði í kringum þetta. Þannig að þessu prógrami ekki bara hent fram. Og eins og ég sagði áðan þá byrjað á grunni og svo byggt upp í flóknari ferni. Þannig að það mjög mikil hugsun á bak við þetta. En hvað eru margir skólar á landinu sem eru að sinna þessu sama verkefni? Sem eru svona virkir skólar myndi ég segja að væru 4. En við erum endalaust að reyna að bera út boðskapinn. En það gengur frekar illa því að það vantar íþróttakennara til að taka þetta í rauninni og setja þetta inn. Og þetta ótrúlega einfalt og þægilegt prógram. Þannig að ég bara mæli með því að leikskólar ráði inn í íþróttakennara. Og þú ert búin að vera lesa yfir nemendum í íþróttafræði þannig að það hlýtur að vera ánægilegt. Já, það mjög skemmtilegt og bara ég vona svo sannarlega að þau fari eftir því sem ég að segja við þau og bara sækja starfa á leikskóla. Þannig að við verðum bara vel útbúin af íþróttakennurum leikskólanir. Anna, þetta stórmerkilegt verkefni en segðu okkur aðeins hvernig þú tengist þessu. Ég sem sagt framkvæmdastjóri Special Olympics á Íslandi og þetta verkefni var sett á fót á Special Olympics fyrir 2 til 7 ára börn. Af því að flest verkefni miðað við 8 ára og ég sem sagt sem gamall kennari og íþróttakennari sá að þetta væri aðgengilegt og þetta ókeypis. Og ég sá að vera hægt að benda á þetta á þess að valda mikill aukavinnu í leikskólum. Þetta náttúrulega, finnst mér, eins og í Íslandi þá hugsaði ég með mér að þeir eru flest börn í leikskóla að það væri miklu betra að fara í leikskólan og kynna þetta þar heldur en eins og erlendis þá eru eins og í Rúmeníu þar sem við fórum 2015 til að kynna okkur þetta. Þar voru háskóla kennarar með tíma, kannski 1 til 2 viku og þar kom fólk meðal annars af munaðarleysingaheimilum með börn. Við hefum getað tengt þetta við íþróttaskóla og reynt að hafa svona tíma en að því að leikskólarnir í dag með svo mörg börn þá ákvað ég að prófa það að fara bara inn í það kerfi og með mér í hópnum til Rúmeníu 2015 voru Ásta Katrín og Þóra, leikskólastjóri og frá þeim tíma 2015 höfum við verið bara þetta, mann kallar þetta svona pilot leikskóla sem hefur verið að keyra verkefnið og svona meira sér búið að leggja fram rannsóknir fyrir viðtöl við foreldra og kennara, hvernig þetta kemur út og ég hef séð að vísa því þannig leikskóla þegar ég hef verið að heimsækja leikskóla landið. Ég náttúrulega með þetta sem auka starf hjá mér, þetta bara svona áhugamál að bæta þessu við og það svona misjafnt kannski hvernig fólk kveikir á þessu en það sem ég sagði alltaf ég hugsa þetta bara til framtíðar börnin sem núna kannski 2 til 5 ára sem náttúrulega mesta svona breytingin í líkamanum þau koma til með að fara á sig í grunnskóla og það sýnir sig í tölfræðinni að þessi börn sem sérstaklega börn með frávik einhverjum ástæðum eru ekki virk í íþróttum og ég held að sé hluta til út af því að þau kannski fá ekki alveg svona það sem þau þurfa en líka kannski að við þurfum að undirbúa þau vel og gera þau svona og aðstanda þeirra áhugasamum að íta eftir því að þau fái að vera með og ég að vona að þetta verkefni eins og þetta hér í leikskólanum og í leikskólum verði þannig að það skapist það umræður áhrif hreyfingar og þannig fari foreldrar með börnin sín þegar þau koma í leikskólum bara áfram í íþróttastarf. Þannig þetta svona, ég myndi segja að þetta væri svona verkfæri til að
gera bara það sem við erum að reyna að gera núna, sérstaklega hjá íþróttasamt fatlaðra. Við erum að vinna núna Inclusive Europe verkefni, það sem allir eru með. Ég held að þetta sé bara svipað að fara að veiða einn og einn iðkanda, en þarna eftir svolítið að kasta netin út í leikskólanum, af því þú mátt fara inn í leikskólana, þú mátt sko hitta fleiri og það eru mjög góða móttökur, virkilega góða móttökur sem ég fengið, og svona við þurfum aðeins að spýta í með það að fá fólk með okkur í að setja þetta af stað, en ég bara segi það, mér finnst það að vera einhver skonar fagmenntaður aðili í hverjum leikskóla sem sér hreyfiþjálfun, og það er kannski þetta sem þetta snýr að hreyfiþroski grundvöllur að öðrum námi. Þetta að verða, hvað ég að segja, vitundarvakning og þú ert hérna með nemendur í íþróttafræði í háskólanum, já, langt komin í því námi og hafa íþróttakennarar, hvað ég að segja, svona síðustu árin eða hinga til ekki kannski alveg verið á þessari, já, verið að hugsa svona djúpt í þessu, getum við sagt það þannig? Sko, ég er bara að koma með hér vegna þess að ég er að starfa í þessum geira að koma þess að fóta og að vinna með Ástu Katrínu. Ég veit ekki til þess að séu aðrir sem er að fara inn í þetta. Mér finnst vanta mjög mikið á. Nú erum komin, eins og við byrjum með 2015 að kynna þetta. Ég veit það eru margir að gera sambærilega hluti, já ég veit það, en sem sagt viðbrögðin eru hæg, við skulum orða það kannski þannig, en ég vil meina það eins og íþróttafræði, þetta sé bara eitthvað sem á að vera grunnur að, og ég er bæði búin að kynna það fyrir þess og síðan líka fyrir öðru verkefni sem ég vil fara ennþá dýpra í, vegna þess að mér finnst þetta svo svona lógist að sem sagt ef að hreyfiþroski hefur áhrif á annað nám, nú þá náttúrulega einbeitum við okkur að því að nýta það fyrir börn og jafnvel fyrir þá sem eru aðeins eldri og þurfa að fara aðeins tilbaka og fara að endurvinna reflexana. Kristín, það er að segja að þetta sé mjög áhugavert starf sem að þið eruð að sinna hérna í Skógarási. Já, svo sannarlega. Þetta er mjög skemmtilegt starf og góð viðbót við frábært leikskólastarf og mjög mikilvæg viðbót. Hreyfing barna er afar mikilvæg og við vitum það að eins og hlutirnir í dag að þá fá börn gjarnan iPad í hönd eða sitja fyrir fram á sjónvarpið, þannig að þetta er enn mikilvægara heldur en áður að við vinnum verulega vel með hreyfingu strax frá unga aldri. Þið hafið verið að sjá náttúrulega bara árangurinn mjög bersýnilega. Klárlega, og við höfum séð þessi börn sem eru með einhvers konar frávik og sem við höfum fengið til okkar hingað í leikskólan og verið mjög lin til dæmis og léleg vöðvaspenna að á þessum tíma þegar það hafa verið hjá okkur að þá hefur það breyst mjög mikið og með þessari þjálfun sem er mjög markviss hjá Ástu. Hvað er uppafið að þessu hérna á leikskólanum? Við fórum í Erasmus-verkefni þar sem við fengum styrk frá Erasmus og það var árið 2015 þar sem við förum í þetta verkefni með Special Olympics og Ásta Kata og fóru út ásamt fleiri aðilum og voru sem sagt að vinna með öðrum löndum til að innleiða JAP hingað til okkar. Nú ert þú búin að vera lengi starfa í leikskóla á Suðurnesjum. Finnst þér hafa orðið mikil þróun í leikskólum á undanförnum áratugum? Já, svo sannarlega. Leikskólastigið er mjög mikilvægt skólastig og við þurfum að bera mikla virðingu fyrir því. Börnin á þessum aldri frá 1 og upp í 6 ára, það er svo mikið að gerast í heilanum þeirra og það er svo mikil þroski sem á sér stað. Og það sem hefur gerst í leikskólum á þessum 20 árum síðustu er bara ótrúlegt og við erum að vinna mjög markvisst og mjög flott starf þar sem við erum að vinna mikið með leikinn og allt er gert í gegnum leikinn eins og þið sáuð inn í tímanum þá er þetta leikur og börn hafa gaman að því þó svo að þessi verið að vinna markvisst með ákveðna hreyfingu.